djöfull eru margir svektir núna Já, þetta lag hefur nú ekki hljómað í ansi langan tíma núna. Nei. Gloria Herðu, það Pingjan, þriðjudagspingjan sem að heilsar þennan þriðjudaginn og Hvað ætlar að skýra hérna þátt? ég veit ekki, vandamálið núna það að við áttum vona gest Já, rétt, sem að klúðraði alveg á síðustu stundu. Já. Og við verðum að gefa sjálfsög að gefa hlustendum þriðjudagsþáttinn sem þau eiga skilið. Þannig að nú stendur svo til að við sitjum hérna tveir gjörsamlega óundibúnir í fyrsta skipti hérna í sögu Pingjunar. Ég nú með smá, ég fór í Já, Þetta er svona, bananinn verður yfirleitt brún eftir að hann er gulur. Já, Skilurðu hvað er já. Hann er búin að vera gulur svo lengi að þú verður að geta einn brúnan banana bara til þess að átta því að hvernig lífið virkar sko. Já, algjörlega. Og Þetta er þannig þáttur. Þetta er okkar 150. þáttur sem við gefum út. Já. Og svo fyrsti sem við höfum ekki lagt svona, þú veist, ekki það mikla vinnu í. Þannig að, þú veist, hér eru komnir og við ætlum bara að spjalla, kæru hlustendur. Bara hafa gaman að þessu og aðeins svona, þú veist, go with the flow. Fara yfir sumarið? Já, fara yfir sumarið, fara yfir líka, Já, við erum með reynda svona side hustle eitthvað, við ætlum aðeins að ræða það. Við erum svona miklu áhuga menn það. Já. Side hustle, hliðartekjur eða svona eitthvað. Ég kalli það bara brask. Brask, já, klálega brask. Kannski, ef ekki að skýra þetta bara braskið. Jú. Þannig þátt. Jó, við hugsaum þetta. Annars það eða bananinn verður yfirleitt brún eftir hann er gulur. Já. Það er svona lífsbyggi. Algjörlega, en með okkur í dag sjálfsögðu Inkasso. Nú ert þú búin að vera innheimta á fullu, Yngvi. Já. Negla þessu upp, útlánavextir, negla þessu upp, Inkasso, negla þessu upp. Þetta er náttúrulega tíminn núna, það er að koma haust, það fyrir að koma vetur og þetta er rétti tíminn til að skrá sig í Inkasso. Já. Vera með puttan á púlsinum og fá þína tekjur sem það skilið. Já. Og þau eru mannúðleg þarna hjá Inkasso, þannig ekki á ágjörðu því. Þið þurfuð ekki að stressa ykkur á því að þetta þykir eitthvað óviðeigandi. Það sem er viðeigandi er að vilja fá pening, sko. Sem þú átt inni. Þannig að leggja út fyrir einhverju og átt inni þóknum fyrir þína þjónustu. Já. Ekki spurning, þá kíkið á Inkasso strax í dag, Payday, nú, sko, við höfum sagt þetta allt og oft, en nú er Björns að koma. Hann er að koma í næsta þætti. Það er búið að staðfesta það. Og hann beilaði ekki. Nei, það var ekki hann sem beilaði. Nei. En við hefum vonað honum núna, þannig að hann kemur í loftið sá þáttur eftir viku. Og ég vil hvetja fólk til að fara og svo vil ég minna á það, við erum með Facebook-hóp sem heitir Deep into Pingjan. Þar efst getur þú farið í svona reffa eða link og fengið 30% afslátt af Payday. Já. Mikið mynd og mikið á þetta. Nei, ekki nýlega sko, en nú var ég er ég með nýtt félag sem að fer í það að senda reikninga. Já. Og ég nýtti með þannan kóða og rúla núna 30% afslátt í þeim megin. Já, í hvað, 6 mánuði eða eitthvað? Já. 3 eða 6 Þetta er allan að þetta mun sparaði peningin, það er ekki spurning. Þannig að kíkið þarna inn og við býðum spenntir eftir Björnsson. Líka eitt hérna, fyrst þau eru að hlusta án að Björnsi kemur. Ef þau eru með spurningar, sendið á okkur. Það væri gaman að vita hvað hlustendur vilja kroppi þann heila. Já, við búum vantilega til þráðinn á Deep into Pingjan. Ég nenni því. Okay. Það er að lókum Dominos farsæl megavika staðin yfir þar sem að eitt var dregin á hverjum degi sem að fekk byrðir. Já, ertu þekkir einhvern eða? Nei, ekki því miður. Við hefum átt að fá listan sendan hjá Ása afgreina því. Já, það kannski við gerum það. Já. Ég veit ekki, en þetta er náttúrulega búið að vera stórkostlegar síðustu vikur hjá Dominos. Rosalegt, ammælið. Og þau eru að marksanna sig sem svo megavikan. Já. Ég held að ammælis megavika. Ég ætla að leyfa fólkinu að bara anda léttar þessa vikuna og panta bara eitthvað basic, margarítu. Já, þannig að þau bara þurfi ekki að hafa fyrir og pepperoni veislan líka hún er klassísk. Smá ykkost. Já, ekki verið eins og ég að panta sko ekstra mínus ólífur og papriku á einn helmingin og svo hinn helmingin dóttir mínus chili og eitthvað svona. Fyrir starfsfólki Dominos. Já, þetta er alltaf hátt hérna. Já, við klöppum fyrir þeim og þökkum þeim að sjálfsögðu. Já, þökkum þeim að sjálfsögðu fyrir samstarfið einnig. Veistu hvað er besta tilbúið annars? Nei. Gamla góða tvennu tilbúið. Já, auðvitað. Þetta er bara mest solid tilbúið Íslands söguna. Það er bara 50% afsláttur. Hvaða snilling datt þetta í hug? Ég veit það ekki. Skiljum þetta bara tvennu tilbúið. Við þurfum kannski svo farið brauðstangi með. Það þurfum kannski að finna. Þetta er svona svipað eins og gæinn hjá McDonald's sem að bauða að stækka máltíðina fyrir auka dollara eða eitthvað svoleiðis. Já, Ronald McDonald. Já, var það hann? Það var einhver markastjóri hann. Ég sagði bara svona. Það er sennilega farsælasta svona tilboð sögunar sko. Já.
Þetta eru spekingar. Já, þetta eru það. Mikli spekingar. Herðu, réttast að minna á það við gáum út Nova þátt í gær sem var mjög áhugaður. Við fórum yfir víðan völl hana. Já. Starlink, það er að koma inn núna. Já. Og svo náttúrulega enska boltamálið sem búið að vera heitt í umræðinni. Alltaf gaman að hitta líka Möggu. Hún gaf ekkert fyrir að samkeppni sé eitthvað svona sem að maður er að óttast. Nei. Endalaust tækifæri alls staðar, sko. Já. Hún er jákvæð manneskja. Já. Ég held að það sé alveg örugt en við förum köfum aðeins hún í ársendingin svona, kannski aðeins fórum aðeins minna í tölurnar í gær heldur en við erum vanir. Ég veit ekki, það voru svona að ræða þessi mál, bara enska boltan, Starlink og þetta. Þetta var allan mjög áhugaður þáttur skemmtilegur. Það væri líka hálftíma lengt, hvetjum ykkur til að hlusta á það sjálfsögðu. Það eru nú alltaf einhverju sem eru komnir aðeins og undan. Já. Ef einhverju er að braska með Starlink, senda okkur svona, er þetta sniðugt eða ekki? Já. Ég var búinn að heyra þetta er algjörlega í starthólunum. Úr sjávarútvegi að það væru bara nokkur stórar útgerðir að skipta út hjá sér að taka inn Starlink. Já. Gífurlegur sparnaður í uppsetningarkostnaði og mikil sparnaður í hvað heitir þetta? Já, það var einhverja fokk í röddina á mér. Ég var að breyta þið núna. Já, og áskriftartekjurnar eru lægri, þannig að einhver staðar hlýtur þetta litla hunang þarna. Það er búið að vera að drjúpa í efnahagsreikningi félagana. En þau sögðu okkur réttilega, þau eru kannski ekki með þennan fókus inn á kannski ekki skipamarkað eða fyrirtækjamarkað. Nei, það er svona millistærðin. Lítil meðalstór. Þannig að Upsilon Yngvi í sín sé kannski að svitna með einhver skip. Já, það er áhugavert einmitt. Ég fer að sviftan Upsilonu ef þetta er illa hjá þeim. Þetta er svona tiltölulega nýtt sem maður er að heyra með Starlink. Þú veist, þetta er svona eins og maður heyrði einhverja vöru bara hérna áður sem er bara hjúts í dag, skilur. Þetta er svona í starthólunum. Þetta er einhvern veginn svona að byrja að mótast og að vera spennandi að fylgjast með því hversu fljótt þetta verður bara svona allra vörum, sko. Starlink. Þú búin að tjekka á Starlink? En eins og staðar núna er þetta fyrir einstaklinga ansi óhagstætt. Fékkst þú þetta, er þetta auglýsing á Facebook sem þú sást eða? Nei, þetta var bara inn á Starlink. Ég fór bara inn á Starlink og skrifaði location og það var ekki 40.000 kall á mánuði. Jú. Sem að kosta fyrir einstaklinga að nýta sér þetta. Já, sem er svolítið dýrara, heldur ekki einhver gerist. Við erum ekki ennþá komið þangað. Ég var einmitt að reyna að setja mig í aðstæður allir að séu bændur, nei, allir konum með ljóslegara og miklu ódýrara net heldur en það. Þetta er kannski sjávarútuður en aðalega núna. Já, það er alltaf skipin út á sjó. Ég er að hugsa fyrir einstaklingsmarkaðin. Hvaða einstaklingar, er það einhver sem er bara upp á landmannalaugum og hann nýttir sér þetta? Ég veit ekki, þetta er alltaf orðið svo ódýri pakkar og dreifinettið er orðið svo öflugt náttúrulega. Þú veist, það borgar engin meira en 10-15 skall fyrir farsíma. Allra mestalagi held ég, sko. Allra mestalagi. En múskarinn er að koma. Hann er hvergi banginn. The Musk is coming. Já. Hann sækir á. En við hvetjum fólk til að hlusta á þennan þátt. Hann var áhugaður rétt hálftími. Já. Ef þið hafið tíma aflögu. Alltaf gaman að fá kroppa eins í þau. Já. Hvað er að gerast? Sammála því. Innsýn í fjarskipti, maður. Já. Heyrðu, ég var að fara bara beint í Side Hustle. Já, það ekki, við vorum nú með svona eitthvað. Þetta gæti nú orðið ágætis umræði kringu þetta. Ég er svona með einhverja punkta líka. Þú ert með svona einhvern struktúr á þessu. Já. Hvað Ég fann ég fekk nú þetta er einn af 1000 postlistum sem ég er á. Já. Ég er eiginlega farin að unsubscribe núna. Já, ég hendi mér á nokkuð marga á sín tíma og bara svona þreyttur á þessu. Gullið á mér, ég les ekki neitt af þessu vikuna. Svo ef maður fær frí eða frið, laugardags eða sunnudagsmorgni, vakna á reynda börnunum eða bara var andvaka, þá fer ég yfir svona 80 posta. Þetta er bara habit, þetta er bara venja, þú veist að nota einhvern klukkutíma í þessu. Ég svona batcha þessu upp og í þið miklu, en ég er alveg sammálaður, maður er stundum svona býtu subscribe að ég í þetta. Ég var alveg fengið svona, mann ekkert eftir að subscribe. Það er svolítið skrítið. Sko, það sem pingjan er svona þetta típiska Side Hustle, má segja. Þá er mikið af þessari tölfræði svolítið svona áhugaverð, sko. Þetta kemur frá sidehustlenation.com. Já, og er það legit? Já, það er svona, eins og við sko indie hackers er. Nei. Það er svona, ég er ekki með íslenska orðaforðan í að útskýra. Þetta er svona, eiginlega bara svona brask. Þú veist, ef þú ert að hendi svona lítil project sem að þú ert að segja frá og fleira, þá fellur það undir þetta, skiptir ekki öllu. En það sem ég ætla að segja, þetta er mjög svona Americanized, USA specific. Ég veit ekki til þess að sé einhver Íslendingur að haldi úti Brask Nation eða íslenski braskarar eða... Nei, við værum náttúrulega ágætis vettvangur fyrir slíkt. Já, gæti verið.
En sko, ef ég rúlla svona bara yfir helstu tölfræðimóluna þá kemur fram að 39% af öllum vinnandi mönnum Bandaríkjunum eru með side hustle og hlutfallið verður herra. Áttu það við karlmönnum eða? Nei, bara mannfólki. öllum vinnandi mönnum og konum. Að konur eru menn. Já, þess að ég nefndi það þannig, veist ekki með þetta. Nafvegaleiði. Og þetta 50% og allt upp í sko 70-80% ef þú horfir neðar. Og ég held að það sé nú kannski ekkert að marka þegar þú komið með setakynslóðuna, 17 ára gutti er kannski að vinna á kassa einhvers staðar og reyna að mega það sem Instagram-influencer, þá getur hann skilgreint það sem. Ætlaði að segja þetta yfirfara þetta yfir á Ísland. Ég er stórlega efa það, sko. 40%? Já, ég er stórlega efa það. Mér finnst það, ég hef ekki gískað að þetta væri svona hátt, sko. Ég var í samtali við eitt prominent mann á leiðinu hérna áðan frá fundinum okkar. Hvað hann 2 árum eldri en ég, hlustar örugglega, veit að ég er að tala um hann, fínu giggi og flottu fyrirtæki, side hustle, hann með side hustle. Það bara lykillinn að því að geta lifa aðeins hærra, skilur þú veist, og sérstaklega bara í þessu efnahagsástandi sem við erum í núna og líka bara með sko, áhugavert bara að velta því fyrir sér hvað bara verð á húsnæði og öðrum vörum samanborið við laun er að hækka, sko. Akkurat. Og þú veist, og þetta er jafnvel þannig að við erum farin að eiga færri börn og það eru báðir aðilar í sambandinu að vinna, skilur sem það var ekki áður, hérna áður var þetta þannig að þetta var bara einn kallmaðurinn vann og voru með 4 börn heima og konun heimavinnandi, þetta er samt náðið að lifa einhvern veginn og þú veist, þannig að maður velti því fyrir sig hvort það sé að aukast í hlutfalli bara við það, sko, en það er líka og þú hreinlega verður undir bara að þú ert ekki með side hustle, sko. Annar punktur er, sko, Ísland er mjög áttunum kannski einhverjum nokkrum árum á eftir Bandaríkjunum með mikið svona trendum sem koma og undan í einhverju auðvitað en ég held að ef það myndi spurja á Íslandi langar þig að vera með eitthvað side hustle eða eitthvað. Það myndi alls segja. Það væri svona 95% svarhlutvall. Já, ég var til að vera með eitthvað braskaðum side. En út af því þú ert að nefna efnahag og annað, helstu ástæður 45% tæplega aðspura segja að þetta sé fyrir extra cash. Já. Og það er þá annarkvort til þess að eiga bara auka pening, skilurðu, bara inn á bók eða til þess að vera með auka pening í svona dekurvörur. Komast í betri ferðalög og réttlæta Gucci-in og Louis og það er náttúrulega stór hluti, sko, taka bensinni á orkunegg í Costco stór hluti auðfólks er, þú veist, vinnur myrkran á milli til að, þú veist, geta lifað bara þessum lífstíl, skilur. Akkurat. Leyfa sér að ferðast á betri hótel og jari, sko. Rétt eins og menn, það eru side hustles með sömu ambisjónir. Svo hérna kemur það á eftir til að auka spartnað, var svona 4. kategórían eða 3. Og svo borga niður skuldir. Þú veist, það fer eftir hvar þú stendur þetta. Það heyrir til undantekninga að einhver segir hérna, ég er nú bara að fara að selja nærbuxur online, skullir sinni í Gorilla og mókis út jólin. Nú og hvað, akkur? Ætla að borga niður húsnæðislánin. Einmitt. Það eru flestir að hugsa um hitt, sko. Já, algjörlega. Heyrðu? Sumir, þú veist, þetta fer eftir áherslur. Sumir vilja bara borga niður húsnæðislánin á 10 árum, skilur? Já. Það er. Sumir vilja leyfa þessu bara að malla. Já, en allavega þarna, þá er þetta svona, þetta var neðst. Hófleg skuldsetning. Já, svona 80% skilur. Er það ekki alltaf eitthvað? Heyrðu, halda því alltaf. Rúlum aðeins yfir þetta, sko, 40% dreymir að þetta skili þeim auknu frelsi í einkalífinu. Það er að segja personal freedom. Já. Og ég man nú alltaf eftir að tala að það er alltaf gott þegar úr launþengstaðar eða vinnu. Að vera með fuck you cash. Já. Það er að segja að vera alltaf undir það búin einhver ekki að þá eigir það mikið peningin á bóka að þú hafir frelsi til þess að fara ekki á hausin næstu mánaðamót. Já. Og þetta kannski ítur svona aðeins undir það, já, ég veit það ekki, er þetta kannski bara eitthvað allt annað, personal freedom. Þú veist, gæti verið líka bara vera laus við 9-5, skilurðu pælinguna? Já, það er náttúrulega, þú veist, það er að stjórna tímanu sínum, skilurðu? Svo er hérna annað, næsti punktur, 80% aðspurðaði þessu eru ekki aðeins til að hætti vinnunni og fara all in, heldur einungis til þess að búa til extra cash. Ég hefði einmitt haldið, sko, ambisjónir mann sjálfs á sín tíma voru alltaf það er bara, ég ætla að búa með til nýtt escape route eða vera með 5 tekjustóðir eða eitthvað sem kom frá buffet hérna einhvern tíma. Svo að það voruð 7 eða hvað það væri, sko. Ég myndi halda að þetta væri samt algengt á Íslandi, sko, að þú veist, algengar á Íslandi að fara út í eigin rekstur. Þú veist, þú ert með betra net hérna heldur en út í Bandaríkjunum til dæmis. Já. Og veist, það er meira safety net fyrir fólk sem að, þú veist, vill taka áhættu, hætti vinnu og fari og demba sér bara fókusa 100% á eigin rekstur. Já, hérna á Íslandi. Já, heldur en í Bandaríkjunum. Getur verið, það er sant. Nei,
Sorry, það ringja hérna maður Reykjadals Það þetta byrni í bankanum? Nei, Reykjadals run En við segjum það ekki meira Það sem ég ætla að segja hérna Nú datt ég alveg út með með safety netið Annað sem maður hefur tekið eftir út Því að Twitter er nú svolítið Americanized Það er þessi SBA loans að það er að vera algjört trend núna í þessu kynslóðaskiptum þar sem að eldra fólk sem er að selja bara þvottastöð sem er búin að vera í 40 ár sem er að selja bara kaffihúsið eða einhverju svona þjónustu sem það er búið að vera með að það er miklu meira auknara aðgengi að svona lánum til kaupa á minni fyrirtækjum svipa úrst að kaupa fasteign sem að þekkist ekki hérna heima því að ég veit alveg að margir sem er í starfi myndu vilja kaupa sér næsta starfi sitt skilur mig, ég ákvað bara að kaupa rekstur sem velti 200 miljónum ári, þetta er bara ég, 2 aðrir starfsmenn bara gerast framkvæmdastjóri og bara við erum bara að gera við klukkur eða við erum að setja upp eldúsplötur í nýbyggingum eða eitthvað, þú veist bara svona ekkert eitthvað svakalega sexy en hluta bara eitthvað með svona stabilu cashflowi sem að reiði sig ekki allt og mikið á einhverja nýsköpun endalust nei, bara þú veist, komundur sér fótónum sko heyrðu, svo er það hérna sem stendur mest úr meðaltekjur í þessum giggum, viltu giska það? Sætt, í dólarum ég myndi segja bara svona aukalega meðaltekjur, ég veit ekki þetta er samt, það er ekki séns þessi með, þú veist, sumir gera þetta auðvitað líka svart bara og svona skilur það er erfitt að fara eitthvað á ég vissi að þú myndi koma inn á svarta þú ert nefnilega svolítið expert í því sem ég fer ég á eftir sko ég ekki átt seðla í sko síðan á 15 ára sko ok, giskaðu $500 Þú ert ekki langt frá, þetta eru $1,100 á mánuði ég ætlaði að segja 1.000 og sko miðgildið er $200 sem er bara Brynjólfur tölfræðingur er bara what the hell hvað er fólk þó að vesenast fyrir svona lítinn penning ég eiginlega kalla ekki side hustle eða að fá 20 skall á mánuði jú, það er náttúrulega alltaf side hustle sko en hvað myndur þú nenna þig til langs tíma? Ég veit ekki ég meina sumir eru sátti með 30-50 aukalega bara til að borga síma net hitt og rafmagn sko ég veit ekki og við getum alveg séð að þetta er ekki hálaunastarf þar sem að meðaltali er þetta 11-16 tímar á viku sem fara í side hustlein til að fara að ljúka þessu veistu hver helstu side hustlein eru? Ég myndi halda í dag að það væri einhvers konar bara vöru, þú veist, dropshipping eða eitthvað þannig sko kannski, þú veist, þessi grein er örugglega eitthvað aðeins eldri en það sko hún er eiginlega bara splunkunni, kom út í ágúst ég myndi halda að þetta er eitt svona mest trending allavega side hustle í dag er eitthvað svona dropshipping dæmi, það er komið það margir í þetta þú veist, þetta er eiginlega bara að fara að deyja sko þú ert heitur en samt skítkaldur þetta er ekki hluti af helstu side hustles en þetta er hluti af því sem að fólk vill mest vera að gera þetta er næst mest leitað er dropshipping en ég skal bara koma að þessu að hlustendur sofna hérna á síðustu slæsinu á Dominos það er online businesses sem tengjast og það er hérna blogging, podcasting online courses og svo þar fyrir neðan sem er ekki skilgrænt sem hluti af online business er hérna e-commerce og selling online sem er basically, þú veist dropshipping er alltaf það er þegar þú selur eitthvað og dropshipping það er gegnum þetta e-commerce það fellur undir það þannig að það er þriðja algengsta númer 2 er freelancing og ráðgjöf það er eitthvað sem hefur verið bara þú veist, alltaf mjög algengt side hustle og það er einhver annað sem er mjög áhugavert sem að maður er líka heyr út undan sér að svona dútar okkar aldri og stúlkur sem eru kannski búin að vera lengi í einhverju sérhæðri verksmiðju eða eitthvað svona og búin að ná með sinni menntun og öðru að besta hvernig þau gerir þetta að þau eru svona, heyrðu ok, það eru 100 aðra verksmiðjur sem eru að klikka á akkurat þessum verkferli að þau geta sett upp ráðgjöf fá náttúrulega leyfi til þess sko, það er ekki beinu samkeppni ég vill ekki segja nafnið en þú veist, það er ákveðna vinnuvélar sem eru inn í fiskvinnslu og kjötvinnslu ákveðni ferlar sem eiga sér stað hvort þið ert að framleiða súkkulaði eða slátur eða whatever sko þar sem svona verkfræðingar geta bestað og koma með eigin ráðgjöf það er endalust að finna gap á markaði fyrir ráðgjöf sko það er bara endalust og hvað ætli að sé einhverjir Íslendingar sem eru skráðir á Upwork og svona? Nei, ég meina, bara þeir fyrstu sem voru með samfélagsmiðla ráðgjöf, bara hérna stárana, þú veist. Það er bara mala gull, sko. Þú veist, þannig er bara nýtt og svo ef þú ætlar að fara að gera þetta í dag er þetta náttúrulega miklu erfiðara, en þú veist, það er alltaf hægt að finna einhverju lausni til að besta ferla, eins og þú segir. Það kemur einhver nýr hugbúnaður sem gerir eitthvað skilvirkara og jari, sko.
En já, hvað varst að segja? Nei, ég ætla bara að rúlla yfir þetta aftur. Númer 1 af helstu side hustles, þessi breiða kategória online businesses in blogging, podcasting, online courses. Svo kemur freelancing og ráðgjöf. 3. er vefsala og vefverslanir. Svo 4. fjárfest í krypto og fastegnum. Það svolítið gaman í því. Þú veist, Númer 5, self-pub. það gæti alveg eins komið út í tapi sem side hustle, sko. Það er örugglega Það sé að draga niður miðgildi. Já, ég var að fara að segja það. Það er örugglega ástæðan fyrir að miðgildi á sig svona lágt. Það er allir kryptokúrikarnir. Já, ég er í Dogecoin. Herru, það er að koma bíómynd, bara aðeins, smá mention GameStop-ævindiri. Núna í október. Já, ertu í henni eða? Nei, ég er ekki þar. I lost everything. Það er langt síðan að ég hef verið spennt. Þessi mynd er bara svona á pari við Big Short, Wolf of Wall Street, þetta verður eitthvað þannig bíó, sko. Já. Það verður svakalegt, sko, en já. Hörðu, gefa út bók, spil, etc. Það er þarna 4. Og 5. er staðbundin þjónusta. Það er að segja út að labba með hunda, brýna hnífa, gera við þvottavél, slá grasið og svoleiðis. Nú einn Íslendingur núna byrjaði að selja sér út sem bara hundagangari. Já. Sást ekki? Guðum hundar ganga. Nei, ég sá það ekki. Það fær sjátt á tjallana hér. Og mér langar reyndar að koma, ef einhver er að hlusta sem langar að fara í side business, googliði 130 plus boring businesses. Þetta er eftir Cody Sanchez. Þetta bóka? Nei, þetta er svona online influencer sem er að tala bara business. Og hún er með 130 hugmyndir að svona businessum sem þú getur í rauninni byrjað fyrir eiginlega ekki neitt. Já, herru, ég hef séð þetta áður. Já, nokkur góð dæmi frá henni sem að ég man og ef maður myndi missa allt væri að fara í. Það er að kaupa sér hérna, hvað er þetta, hekklklippur og bjóða hótelum og fyrirtækjum hérna í Kópavogi að klippa hérna garðana. Bara fyrir einhver 20 skall á tíman eða hvað það væri. Og hekklklippur kostar 20-30 skall, þannig að enga stund að borga þetta upp. En þú þarft að hafa í þér að heyri fyrirtækjunum og bjóðast til að gera það. Já, menn þurfa cold-colla þannig, sko. Já, númer 2, mála bílastæði. Já, ég veit um eitt sem er komin í það. Já, og sko, það sem er skemmtilegt við hana er að hún tekur fram rekstur og svona side hustles sem að kostar eiginlega ekkert að koma sér upp að stað með, en þú getur rukka bara sömu verktakaþjónustu og löggiltu málaramistari líku við, sko. Já, þú veist, ekki það að við ætlum eitthvað, þú veist, vera í þeirri hitta umræði, en það er auðvitað hægt, þú getur bara verðlagt eins og þú vilt. Já, akkurat. Þannig séð, það er ekkert sem bannar það er bara... Og þú getur meira að segja, sko, vöruvætta, þannig að í staðan fyrir að segja og sérst að selja á tímaðinu, þá segir ég bara, ég myndi bara, já, per bílastæði? Já, þú veist, ég hef bara gert tilboð, þú veist, bara 100 áskall fyrir þetta. Fyrsta verk, svo mæliði með okkur og hann á aðra fasteign eða hvað sem það er. Og það, sko, beautyð líka við svona side hustle, ef þú ákveður að taka þetta á þér. Það var þetta kannski farið að vaksa þér, hvað segir sjávarútveginum, vaksa þér fiskur hrygg. Vinnan. Þá ertu náttúrulega komin í þá stöðu og þú getur farið að selja þetta út, skilur, hérna, þú veist, fengi fólk til að vinna fyrir þig og svo er þetta kannski orðið bara... Auðvitað hugsað þú það, byggja upp einhvern hérna... Já, finn ykkur að þræla. Nei, það er með skölun, þetta er bara gangverk efnahagsins, það er nú bara þannig. Og hérna skala þetta út og vera með starfsfólk, en það náttúrulega fylgir því auðvitað hellingsábyrgð og vesen líka. Staðgreiðslan. Já, þú veist, þegar... Bjarni og Sjálarnir, við þurfum staðgreiðslu. Ég er samt á þeim stað að þegar þú ætlar að vera með starfsmenn, þá gengur ekki að vera í annarri vinnu, skilur. Þú veist, þá þarftu bara að vera að sinna þeirri vinnu. Já, ég reynda... Nema þú seljir það út sem verktaka, þú veist, til annars fyrirtækis, en ef þú ætlar að vera með launþega hjá þér, þá verður bara, þú veist, þá verður þú að sinna því utanumhaldi og vera til staðar, skilur. Ég var að fara hendi núna og ég er að átta mig á því að svo kreðsa sem að ég umgengst í dag eru bara braskarar. Ég var að fara að segja að hérna, einn nákomi mér, þeir eru rafvirkjar, í vinnu hjá öðrum og samt með verktakafyrirtæki sem með einhverja 6-7 starfsmenn, sko. Svo er bara að taka út verkin, bjóði þau og passa allt gangi smurt. Þá er það náttúrulega orðið þitt verk. Í staðinn fyrir að vera bara út á moldinni, skilur, þá ert þú bara í businessliðinni, verkstjóri, keyra á milli staða, hvað segir strákar? Hvernig gengur? Eða stelpur, náttúrulega. Já, með Google Translate yfir á þannig. Já, allir það sé ekki orðið þannig. Það er svolítið þannig, en það er nú ekki dýla meint. Eigum við þá bara að fara að loka þessu og á við þá að taka svona lykkjuna sem kemur út úr þessu side hustle dóti. Ég er búinn semst með þá grein. Ég er náttúrulega með nokkrar svona hugmyndir líka. Já, taktu þær eftir þetta. Ég ætla bara að klára mitt, svo klárar þú þitt, svo segjum við announcement, svo er þetta búið. Já, við erum með announcement í lok þáttar. Ég er að fatta það núna, þetta er stórt announcement, en við erum ekkert búin að kynna eins og Blöð og Co.
kynna eins og að þeir eru alltaf með svona já, bara öllum samfélagsmiðlum bara búið að tromma það upp allstaðar já. Nei, svona eitt sæthörsul við kannski hendum fremst í þáttin það er tilkynning já, í lok þáttar en sko, eitt sæthörsul sem er mjög lítið rætt og mér datt í huga að þú væri kannski með einhverja sérþekkingu þarna en það er semst sala á eiturlyfjum ég er að tjóki en ég fann hérna Jesús Kristur þetta er sko móli sem ég er búin að og sjálfsögðu ætlum við ekki að fara að mæla með því hér nei en sko það sem ég fannst áhugavert erum við svona þáttur eða? Nei, en þú veist mér langaði núna að taka business-ángan á þessu og við gerum það kannski betur einhvern tíma seinna en ég var nefnilega að finna hérna greinar sko smásöluverðið á heroíni og kókaini Ertu með eitthvað input? Ekki neitt bara, ef að byrja á heroínu ég fann bara... sko fyrir heroín í Evrópu viltu giska hvað gramm af heroíni kostar í dollarum? Ég hef bara gjörsamlega enga tilfinningu fyrir því sko. Ég veit ekki marga dollara, 50? $50 Já, hvaða landi? Varstu ekki að segja í Bandaríkjunum? Nei, þetta er Evrópa Ég veit ekki bara, þú veist ég veit ekki bara ángist ekki hugmynd bara, hvað heita Austantjálslönd bara Já, akkur ættu þau að vera eitthvað meiri heroín en það Ég veit ekki ég veit ekki þetta, hættu talaðu greinina Já, sem komur svona mest óvart sko Finnland Drón á topnum, $297 gramm af heroíni í Finnlandi okay. Og þar á eftir kemur Írland með 237 Varstu ekki að tala um heildsöluverð? Nei, ég sagði smásala smásöluverð, þá hefði ég nú örugglega gískað á svona $100 Já, en svo kemur Danmörk með 142 og svo bara Bretland trappast þetta niður Lægstir, viltu gíska á það? Og ég skal gefa þér hint Þetta eru Moldavía Nei, þú veist, þetta eru lönd sem eru hlint hérna afglæpavæðingu Já, bara Holland, er það ekki? Já, segjum $31 og Portugal Portugal, einmitt þau eru lægst, sko En ég veit ekkert meira um þetta Það var bara þessi grein En þú veist, snýst afglæpavæðingum að leyfa heroín? Þú veist, ekki verið að tala um bara svona vægari fíkniefni? Nei, en sko, þetta snýst um það að þú veist, það er ekki sama refsirami við því sem væntalega íti þá undir að þetta er meira accepted að selja þetta þarna sem gerir að verkum að kemur örugglega meira framboð af efnum sem að þá keyrir niður verðið, ég veit ekki ég veit ekki hvað mér finnst um þetta en svona blanda sem ég fann, það er gömul frétt hérna vikugömul frétt að bara svona til að halda þér í trivíunni veist ekkert um eiturlyfið? Nei, blessunlega veit ég sem minnst um það sko auka móli, 90% af öllu heroín í heiminum allir fólk hafa gaman að þessu já, þetta er svona, segir Siggu í bókaldinu þetta í lyftunni veist þú hver er að framlega 90% af heroíni? Þetta er kaffestofuspjallið Viltu giska? Nei Allar ekki giska? Já, þú veist, hver er með 90% í Evrópu? Nei, þetta er heiminum Heroíni, örugglega Suður-Ameríka Perú, eða hvað? Perú? Nei, þetta er Afganistan Okay. Og það sem er áhugaverðast í þessu er að Talibanar sem tóku við stjórn á Afganistan fyrir 2 árum eru mjög harðir á móti þessu þannig að það er crackdown í Afganistan gegn framleiðslu á heroíni heroín er held ég unnið úr ópíum plöntunni, getur það ekki verið? Þú kannski flettir þessu upp bara ekki hugmynd, sko. Ég held að þú er expert í þessu nei. Og ég fór að velta fyrir mér hvað áhrif hefur þetta verið Opium poppy plant eitthvað Já, Afganistan, já Og Talibanar eru vist á móti þessu er að vinna gegn framleiðslunni þannig ég ætlaði bara að segja að það er mjög líklega að vona fyrir eitthvað hækkunum hann í framleiðin Finnlandi ef maður leysi hennan framleiðsluvanda einhvers staðar annars staðar sko, sem er mjög líklegt að gerist Já, það ekki, markaðurinn leysir þetta allt Já, heyrðu, ef þá er létt að slá á kókaini Sláum maður það út af því að Jakob Birgisson að þið rættu þetta nú hérna um daginn þá hérna fletti þessu komið mitt inn á það Sko, nú erum við komin út í allan heim Veistu hvar kókaini er dýrast? Og ég er ekki með neina tölur um Ísland Ég bara Það sé ekki bara einhver staðar í svona þú veist, Frakklandi, Þýskalandi, Bretlandi eða eitthvað Já, þú heldur að þeir séu með mjög dýrt verð á kókaini Og hvað ertu giska? Smásöluverð Smásalan, grammið Þú sagði 200 eitthvað, ég veit ekki 150 $150 grammið Nei, það er Sádi-Arabía og Sameinuðu arabísku furstadæmin $286
kílóið. Helvíti þau dýr maður. Og það víst bara mjög strangar refsingar gegn þessu. Já, grammið meinar. Já, grammið. Innflytningurinn bara liggur við dauðarefsing sem gerir það verkum að... Já, eðlilega, auðvitað, já. Og þar á eftir kom Ástralía, það víst bara... Ástralía eins og Ísland, en það víst bara eitthvað unreal hvað þeir taka hart á öllum svona gegnumflutningi á eiturlyfjum. Á einhver önnur greinu það. Svo kemur hérna Japan, Algería, Hong Kong, ég veit ekki. Já, auðvitað. Getur skrifað SAA, kókainverð Ísland. Ég held þetta sé birt alltaf einu svona ári. Og svo ódýrast, viltu giska? Ég vil fólk gaman að þessu giski. Ódýrast, ég bara Holland, Portugal, þú veist. Bolivía og Mexíkó. Já, ok. Og svo Portugal. Já, sko, maður sjá. Voru ekki allir vinir þínir að flytja til Portugal? Góð síðan tíð þarna. Skur orðsaka merki. Sko, nú finn ég þetta ekki hérna. Jú, þetta frá 2022. Grammi kostar 17.000 krónur af kókaini. Heroin 30.000 á Íslandi? Já, það bara eins og í Finnlandi þá, nánast. Ísland þá bara eitthvað umreiknað? Já, þeir eru aðeins ódýrari heldur en í Finnlandi. Hvað sagði Finnland væri 270 eitthvað? 297. Já, þá eru þeir... Heyrðu, við röðum okkur í 3. sæti á eftir Írlandi með $227 ef að dollarin í 132. Áhugavert. Þetta magnað. En ég veit ekki, kannski óviðandi að ræða þetta. Ég bara... Nei, þetta náttúrulega bara... Þetta markað sem enginn talar einu svarta hagkerfi. Það bara þannig. Það alveg eins hægt að tala það hér. Og við getum alltaf bara að skúpa því að... Eins og hvíta. Sá sem beilaði að koma til okkar hérna eina þátt í dag. Hann náttúrulega bara á raunin í dag. Hann náttúrulega ræða þetta. Handtekinn í morgun. Handtekinn, bara... En nei, takk fyrir þessa umfjöllun. Þetta að sjálfsögðu side hustle sem við mælum með sem flestir haldið sér frá. Já, algjörlega. En hinn svo sem verðt að skoða. Ég mæli með þessum lista 130+. Ég skoðaði, það var nú reyndar ekki þessi listi. Ég var mikið að skoða þetta þegar ég var atvinnulaus. Sem stóð í þó nokkurn tíma þarna í kringum COVID þegar ég var útskrifast og þá komu alls konar hugmyndir upp sem að maður svona fór að skoða nánar og þú veist sá sennilega að lokum myndi þetta ekki borga sig með að við vinnu sko en það alltaf hægt að finna hvað ætlar að segja? Nei, ég var að reyna, ég datta hans út, ég fekk hérna hvað var það sem þú varst að skoða? Eiturlyfja innflutning? Nei, hvað sagði? Mörgur sér sæthús, ég var að segja mældi með sem 130+ lista þarna sem þú nefndir ég var að skoða einhverja fleiri svona lista á sín tíma og þú veist, þá var maður alveg að kafa hún í dropshipping, skilur maður fór að skoða WordPress og þú veist, forritun og allan fjandan sko og hérna bara mæli með að prófa, þú veist, fólk færi yfirleitt tilfinningu mjög fljótt, bara svona hvort að þetta gæti actually gagnast þér eitthvað, þannig að bara prófa sem flest. Já, ég held að áður en þú eignast börn eða verður þrítur áttu að reyna að gera eins mikið og getur á sem skemmstum tíma. Já, ég hef mánuð núna. Og ekki vera hræddur við að gera mistök. Sammála því. Þetta nýtist allt sem reynsla einhvern veginn, svo lengi sem þú ert ekki að svíkja og pretta. Já, algjörlega, 100%. En sko, nú ég með side hustle. Já. Hugmyndir, við höfum verið með einhvern tímann svona áður og ég ekki viss hvort að eitthvað af þessu hafi komið fram en þú veist, þetta svona, þú mátti auðvitað koma með punkta inn í þetta en núna nýlega var ég að sjá bara byrjum að side hustle 1 mjög svo áhugaverða grein að nú ringi bölvaði telefónin hérna hjá mér mjög svo áhugaverða grein að sko og það ber ekki alveg fer ekki alveg saman hljóð og mynd á milli heimilda sko en þú veist, þú áttar ekki á því og prófir. Þannig að YouTube Shorts sé að koma inn núna að borga $3 per 1000 áhorf á, þetta í rauninni samkeppni við TikTok, Instagram Reels. Já, Twitter náttúrulega að byrja á þessu. Já, Twitter líka. Núna YouTube Shorts, þetta náttúrulega búið að vera í einhver ár sko, en nú eru þau greinilega að fara, bara Google að fara í einhverja alvöru samkeppni að bjóða $3 per 1000 áhorf. Og þetta náttúrulega frábært fyrir fólk sem að hefur einhvern áhuga og þú veist, hér myndi ég klálega mæla með að leita á erlendamarkað, skilur við og þú veist, að klippa saman, ég veit ekki fótboltavídeó eða eitthvað, þú veist, ef þú hefur áhuga á einhverju þannig að targeta erlendan markhóp, því að þú veist, þarna ef þú nær 1.000.000 áhorfum á eitthvað, þú veist, ef eitthvað verður væral þá ertu komið $3.000 með við þessa tölfræði sem ég var að segja að þið sé alltaf borga $3 per 1000. Hverjir eru svona líklegastir hérna heima til þess að ná að banka eitthvað á þetta? Til dæmis ASMR, hvað heitir þessi? ASMR. Já. Þú veist, það var hægt að gera þannig vídeo, 100%. Ná, vinnur okkar í Wake Up getur verið í bara kjörin aðstöðu. Já, 100%. Ég menn, hann getur verið að þeir fara að fá borgað núna. Já. Daniel from Wake Up, hann er YouTube-stjarna. Já.
og þú veist, og ég mæli með að allir braskar skoði þetta sem hafa áhuga á að vera eitthvað í þessum bransa, þú veist, í klippinu og þessu. Svo það sko side hustle nummer 2. Hér reyndar, sko munurinn á YouTube, þar þarftu bara tíma. Næsta side hustle, þá þarftu sennilega aðeins aðeins smá kapital. Og við höfum rætt þetta áður. Þetta matarvagn. Já. Og nú erum við búin að vera að sjá það nýja af staðinn svona hátíð þarna sem var á í Hljómskálagarðinum. Hvað heitir hún? Skyndibita festivalið þarna. Já, Skyndibita festival. Já, þar voru matarvagnar út allt. Heitir það ekki Food Truck Festival? Já, Food Truck Festival. Ég hef heimildi fyrir því að þarna eru menn á einni helgi að taka 4 milljónir inn. Í veldu eða bara hagna? Í sko basically já, það góð spurning. Það var ég veit það ekki. Það var allan að það sem var satt, ég tók 4 milljónir út af þessar helgi. Þú ert búin að vera 155 þætti í business þætti og þegar einhver segir við 4 milljónir þá þú að spyrja, þetta hagnast 4? Nei, ég get ekki eiginlega útskýrt hvernig þetta kom fram en það kom fram, má ég segja ég að taka 4 milljónir. Já, ég heyrði nefnilega sama. Hvað? Það er eitthvað að berjast í hérna. Ég heyrði nefnilega nákvæmlega sömu sögu að matvagni sem að ferðast landið kringum bæjarhátíðir að veltan var 6-8 milljónir og eitthvað 50% satt eftir. Já, en þú veist, basically þetta það ódýr yfirhalning að basically eina sem þú þarft að taka inn í kostnaðverð seldra vara og þinn eigin tími. Punktur. Þannig að framleiðin á þessu eru þetta mjög há, þannig að það ekkit ólíklegt að þessi aðili hafi verið að meina 4 milljónir bara í vasan. Já, ég var að segja það samúi hér. Já. Þannig að, og þú veist, að stofna svona matarvagn, jú, þú þarft að kaupa vagnin, ég veit ekki, getur kostað 1 milljón, getur kostað, þú veist, 3 fyrir eftir bara öllu, þú getur alltaf bargaina góðan díl, en svo eru leyfisgjöldin enn sem komið ekki dýr, þú veist, þetta er langt betra heldur en að vera gangi inn í einhvern leigusamning á húsnæði, en, og þú veist, svo er þetta eitthvað sem þú getur verið að dútli í bara sjálfur, þarft ekki vera að reiða þig á starfsfólk og annað. Þannig að þetta er frábært side hustle sem að ég hvet fólk til að skoða líka. Að það hefur eitthvað smá kapital og vil fara í ævintýri. Sammála þessu. Herðu, þriðja og svona eiginlega síðasta, en kannski ef þú ert með eitthvað input, það er, sko, þetta gæti verið smá hitamál. Spotify playlistar. Aldrei átta mig almennilega á því. Nei, en það vil svo til að artistar eru að borga fyrir að komast á svona playlista. Já. Og ef þú ert með ágætis fylgi, ég veit ekki hvort það þekkist á Íslandi og það er einhvern up and coming artist sem vill bara komast á góðan playlista, segjum þú sért með bara 10.000 manns á playlista eða eitthvað. Spotify náttúrulega tekur ekki þátt í þessu, bara svo það komið fram, en þú ert þriðji aðili eins og ég, ef ég er með 10.000 fylgjendur á playlista, þá væri náttúrulega ágætis pæling að fara að auglýsa það, bara viltu komast á stóran playlista? Ertu með 100 á skell slottið? Ég er ekki með neina tölu, nei, og þetta slottið þannig. Ég meina, ég sé ekki, þú veist, ég sé ekki af hverju þú ættir ekki geta verið með rekstur í kringu þetta. Já. Þú bara selja vöru sem er það að komast inn á playlista. Þetta er góð punktur. Ég bara er ekki nú vel að mér í þessu. Já. Og ég get sagt þér það að þessi braskmóla, hvet fólk til að allan að skoða þennan möguleika. Það er erfitt að byggja fylgi á Spotify, en þá er hægt að kaupa auglýsingar og annað. En þetta var í búði Keldunar sem er auðvitað miðstöð fjármála og já, ef þú vilt svona koma braskhæfileikum þínum upp á annað level, þá ættur eiginlega að vera að fylgjast með Kelduna á hverjum einasta degi. Rétt. Já, það er allt síbreytilegt, hlutabréf, skuldabréf, rafmyntir, það gerast allt hratt í dag. Þannig að fylgist þið vel með þar á Keldunni, þökkum þeim fyrir og að lokum Rekus, Yngvi. Nú er leigusamningarnir, þeir eru kaldir í dag. Já. Þannig að en skrifstúhúsnæði hjá Rekus er heitt? Já, það er mjög heitt. Það er gott kaffi. Og sérstaklega líka, já, gott kaffi, góð þrif líka hef ég heyrt. Já. Þannig að við hvetjum fólk og líka fólk, sko, stjórnendur og aðrir sem eru með svona meðalstóran vinnustað og það er kannski farið að þrengjum á skrifstofunni. Skoðið í hybrid vinnustæðapælinguna. Já, það er bara mjög góð punktur að bæta á freka við sig einu fundarherbyggi eða svona skrifstofurými sem hefur aðgang að fundarherbyggjum öðrum hjá Rekus. Já, í staðinn fyrir að stækka við sig óþörfu. Það er líka annars á dulið í að stækka við sig.
það að kaupa allt nýtt, flytja, það verða allir pirraðir á þessu, staðan fyrir að taka bara extension, prófa hjá Rekus. Ég veit að þau svara allavega á kallinu. Þau gera það. Og við þökkum Rekus og Keldunni kærlega fyrir samstarfið. Yngvi, nú eiginlega bara komið að tilkynningu hjá okkur. Já, the goddamn announcement. Sko, við erum nú svo sem ekkert búin að skrifta þetta annað. En, staðan þessi. Við ætlum að fara að byrja aftur með ásetningaþættina. Okkur eiginlega bara að fara að klæja í puttana, komast aftur í einhverja ásetninga. Já, við kennum það. Back to the roots. En breytingin svo að við ætlum að gera það í áskrift. Það er breytingin. Það er breytingin. Og það er góð gild ástæða fyrir því. Við erum, báðir með mörg járn í eldinum. Já, við erum að drukna. Já, og við fundum það bara í vetur. Þetta var að fara að taka ógeðslega mikinn tíma. Því eftir því sem að hlustunni hefur vaxið ásmegin, þá hefur pressan á því að gera vel líka aukist. Þannig að undirbúningur hjá okkur tveimur fyrir hvern og einn þátt var orðin bara geðbilaður. Og við höfum 2 kosti. Það er annarkvort að reyna að fjölga bara sponsum og í rauninni rýra gæði hvers þáttar. Já, það kemur einstaklega illa út í ársreikningum sko, því að það er svona ákveðið flæði sem það er að halda. Já. Það er erfitt að vera að fylla það á auglýsingum. Það var opsjónin okkar. A. Eða bara B, láta reyna það. Það er örugglega ákveðin hópur sem er bara tilbúin til að hlusta á okkur, taka gæða umræðu ársreikningana. Já. Og við viljum bæta í, vera áfram að fá stjórnendur og bara einhverja fándira sem hafa verið með okkur til þess að koma og ræða ásetninga með okkur. En þetta er svona alltilega að henda þessu bara út. Við ætlum að byrja aftur í september og svo kemur bara nánari ljós á næstu dögum hvernig það verður útfært. Ekki spurning. Ég held að það sé bara fáið við þetta bæta. Og ég bara eins og segir, okkur er farið að klæja í puttana. Að komast aftur í ásetningana og þessi þættir verða svona bland bæði viðtöl við stjórnendur og ásetningar sem munu fara í áskrift. En staðan er bara þessi, ef við ætlum ekki að vera með miðgildi brasksins, $200 á mánuði, þá þurfum við bara að breyta aðferðir og láta reyna á áskriftina. Sjá hvort það sé fólk sem stendur með okkur í að halda þessu uppi. Ekki spurning. Föstaskaffi verður áfram óbreytt. Já, það ber að nefna það. Föstaskaffi verður áfram frítt í opinni dagskrá. Já, en það er kannski ekki alveg sama vandað að vinna. Hún er örlítið minni. Meira spontant, en þetta er allavega staðan og gerist einhvern tímann í september. Þannig að vonandi verðum við bara ekki slaufað að sem flestum og þið takist lagið með okkur. Við munum koma líka með frekari tilkynningu, hvar verður hægt að skrá sig og annað. Bæði inn á Facebook-hópnum, Dýpið og Pingjan. Að fara að gera vel við áskrifendur að við byggjum upp eitthvað svona community, við höldum lítið Pingju-þing sem áskrifendur hafa forgangað. Við getum farið að vera með fleiri pubquiz, ársfjórðungsfresti og bara svona skemmtilegt content sem að fittar inn á þann markkóp sem að vill vera með okkur. Pingjubandalagið. Það mun stækka. Ekki spurning, þá held ég að við lokum þessu hér í dag. Við þökkum kærlega fyrir hlustununa og við verðum aftur með ykkur á föstudaginn. Kæru hlustendur. Já, hlökkum til. Hlökkum til.